Í byrjun þessa þáttar hefur verið brot úr spurningaþættir Svavar Gests. Spurningaþættir hafa alla tíð verið vinsælt útvarpsefni. Margir muna enn þætti Sveins Ásgeirssonar hagfræðings, Vogun vinnur, Vogun tapar, sem hóf göngu sína hér hjá útvarpinu 27. október árið 1958. Við eigum hljóðritun af fyrsta þættinum, en í upphafi hans gerir Sveinn grein fyrir skipulagi þáttarins sem var þannig að fyrir fyrstu spurninguna fengum menn ákveðna upphæð, 75 krónur, sem síðan tvöfaldaði sig þannig að rétt svar fyrir næstu gaf 150 krónur og svo fjórða og síðasta gaf 600 krónur. Menn gátu síðan haldið áfram í næsta þætti ef þeir vildu og flutt vinningsupphæðina síðasta þáttar með sér í næsta þátt. Hæsti vinningu var 10.000 krónur en á þeim tíma var hægt að fá fyrir þá upphæð 2.364 lítra af mjólk og 1 pela af rjóma. Geta menn nú reikna út hver upphæðin var en gera má ráð fyrir að í dag kosti 2.364 lítrar af mjólk tæpar 200.000 krónur. Dómari þess keppni var Ólafur Hansson menntaskólakennari, tímavörður var Birgir Ásgeirsson fræðingur. Við skulum grípa niður í þættinum þar sem fyrsti keppandinn kemur á sviðið og heyra frammistöðu hans. Ekki þykir verra að keppandi þessi var mjög þekktur útvarpsmaður á þessum tíma. Þá skulum við hefja keppnina. Ég vil biðja fyrsta keppandan að koma fram á sviðið. Sá fyrsti, sá sem byrja þennan þátt, maður sem að hlustandum að góðu kunnur. Rödd hans þekkið þið eflaust, það Henrik Ottosson, fréttamaður Ríkisútvarpsins. Það fag sem að hann hefur valið sér austurlensk goðafræði. Henrik, hvenær vaknaði áhug þinn á þessu merkilega fagi? Já, það var nú mjög snemma. Það var í gegnum lestur í mannkynssögu og málavísindum að ég fór að glugga í þetta, ekki þó á guðfræðilegan hátt, heldur á sögulegan rannsóknarhátt. Og það áreiðanlega hægt að segja að það hafi verið frá því að ég var svona í tvítusaldur. En sem sagt, sögulega ekki fengist til þess að trúa miklu af þessu sem að hefur lesið? Nei, ekki miklu að í minnsta kosti. Nú, það kannski best að það kannski ekki leiðin til þess að trúa að kynna sér þetta allt og mikið. Nei, það hefur nefnilega farið heldur rénandi hjá mér við að kynna mér þetta. Nú náttúrulega norræn goðafræði. Þú hefur náttúrulega áhuga henni einhver minni. Nei, í sambandi við þetta, en að taka hana líka, þá yrði það allt og víðtækt svið. Já, í þessari keppni? Já. Já, en þú hefur aftur á móti kynntir það efni mæta vel? Já, lítilsháttar, svona. Það var það hugsanlegt í samanburði við önnur trúarbrögð? Já, það nú einmitt sérstaklega þannig því að það undarlegt samband á milli þeirra trúarbragða sem að voru með þjóðum eystra og þeirra trúarbragða sem að hér voru upp á Íslandi fyrir 1000. Mikið af því að sama toga runnið. Þú hefur ekki tekið próf, ef að kalla má þetta próf, þá hefur þú ekki tekið próf í þessu fagi, það? Nei, það nú 33 ár síðan að ég var í prófi síðast. Jáhá, og áttir kannski ekki vona neinum 10.000 krónum þá? Nei, ég vona að þetta próf gangi betur en það, gekk. Eigum þá ekki að venda okkur í það? Já. Það eins og gefur að skilja þar sem að þetta nú fyrsti áfangi og það af 4. Og þetta fyrsta spurningin af 4 í þessum áfanga. Þá hljótum við að byrja létt og ég verð að segja það að fyrsta spurningin hún hlýtur allavega að þykja mjög elskuleg
Því að hvað hét ástargyðjan hjá Rómverjum og Grikkjum? Já, það var nú náttúrulega Afrodíte hjá Grikkjum. Nú og svo var það, kölluðu nú Rómverjar hana Venus, en það orð nú náttúrulega eins og gefur að skilja af allt öðrum uppruna. En Afrodíte sjálf, gyðjan, hún ekki af svokölluðum hellenistiskum uppruna. Hún leifar af frjósemdardýrkun austrænna þjóða og kemur meðal annars fram í frjósemdarguðnum Freyju hjá okkur. Já, ég held að þetta sé alveg fullkomið svar. Jæja, Henrik, nú ertu 75 krónur ríkar og þú getur fengið þær strax. Nei, ég geymi þær. Ætlar að voga þér að leggja þær undir og fá eina spurningu við? Já, það held ég. Annars bæri þátturinn ekki nafni rentu. Nei, já, einmitt ekki. Því að í fyrstu spurningu engu vogað. Þá það önnur spurning. Hvernig sögnin Ódysseif og Sírenurnar? Hvernig sögnin Ódysseif og Sírenurnar? Já, það þegar Ódysseifur var á sínu ferðalagi, ég var nú að taka það fram að ég nú ekki mjög vel að mér í Hómer, því að ég hef nú alla ævina verið lítið fyrir ljóð, lítið kunnað af ljóðum og lítið lesið af ljóðum, en það var þegar að Ódysseifur var á þessu fræga ferðalagi sínu, að þá reyndu þær að segja honum til falls. Það rétt. En hvernig gekk það fyrir sig þegar hann sigldi framhjá? Nú verð ég að segja, nú mann ég það ekki alveg. En það rétt að það átti að segja þá til falls eða bana. Þú munur ekki eitthvað? Nei. Það var mér ofta að falli á prófum fyrr að ég reyndi lítið svona að smokka mér út úr því. Ég svaraði því sem ég vissi og giskaði upp á hitt. Já, þá kemur til kasta dómarans. Ég held að sé nú ekki. Já, það kjarnin í þessu. Þá kemur þriðja spurning. Hvað nirvana? Já, nirvana, það nú merkilegt atriði. Það alveg laukrétt. Nirvana það ástand sem að maður sem heppnast hefur að þræða þann áttfalda gullna veg hjá búddamönnum, ekki búddatrúar, það engin trú, kenningin engin trú eins og þið kannski vitið, að sá maður sem að hefur, hverjum það hefur heppnast að fara í gegnum þræða þennan áttfalda veg, hver sem hann velur þann suðræna, suðurbúddistíska með að hugsa eingöngu sjálfan sig, eða það norðurbúddistíska, Mahayana, að hugsa aðra líka. Þegar að manninum hefur tekist að þræða þennan veg að uppræta allt það veraldlega, allt það sem að snertir hans eigin persónu, þá kemst hann að lokum í ástand sem að hvorki mætti kallast líf né dauði. Það sú eilífa velsæla þess manns sem ekki finnur til sín. Þetta ekki alveg nóg? Þá ertu 300 krónum ríkari. Eigum við að veðja?
Áfram? Já, já, já. Hver var Ísis? Ísis var frjósemdargyðja hjá Egyptum, sú sem að sótti Ósíris, elskhuga sinn, dauðan, þegar hann hafði verið skorinn í marga parta, setti saman partana og í raun og veru þessi sögn ekkert annað heldur en sú eilífa sögn vorið og haustið, gróðurinn sem hverfur á haustin og rís upp að vori. Þetta voru þessir guðir tveir, kallguð og kvenguð, voru það sama sem að hjá Grikkjum til dæmis Adonis og Attis og fleiri tegundir voru til af þessum frumstæðasta guðdómi sem að til var á Austurlöndum. Rétt. Það nú eflaust allir sammála dómaranum og mér að Henrik sé vel að þessu kominn og hann hafi staðið þennan fyrsta áfanga með prýði. En mér langar til að spyrja hann, ætlar ekki að halda áfram annan sunnudag? Jú, jú, jú. Þakka ég til. Við heyrðum brot úr fyrsta þætti útvarpsins sem gekk undir heitinu Vogun vinnur, Vogun tapar sem hóf göngu sína 27. október árið 1958. Algengt var á árum áður að hljómsveitir og tónlistamenn kæmu fram í skemmtu þáttum útvarpsins. Hljómsveit Sava Gess með þeim söngurinn Ragnari Bjarnasyni og Elíu Williams voru fasti gestir í slíkum þáttum. Árið 1960 var á dagskrá kabarettinn Tunnan Valt og var hann fluttur á gamlárskvöld það ár. Jón Múli var kynnir þetta kvöld. Við gefum Jóni orðið. Og þá röðin komin að hljómsveit Sava Gess á nýjan leik. Ragnar Bjarnason ætlar að syngja hið ofboðslega vinsæla lag Vertu ekki að horfa svona alltaf á mig ef þú meinar ekki neitt með því. Lagið úr Vesturheimi, ljóðið úr Landsbankanum, afsakið Búnaðarbankanum, eftir Jón Sigurðsson. Vertu ekki að horfa svona alltaf á mig ef þú meinar ekki neitt með því. Alveg mig lítur á, ég líti get ekki upp og róna alveg niður í tá og ef ég verði einni skotin ég aldrei þor að segja nokkurt orð en leynda ósk ég ætla að segja þér að þú viljir reyna að kenna mér. Já, verð ekki að horfa svona alltaf á mig ef þú meinar ekki neitt með því.
að kenna mér, já, ert ekki að horfa svona alltaf á mig. Ef þú meinar ekki neitt með því, ef þú meinar ekki neitt með því, ef þú meinar ekki neitt með því. Ragnar Bjarnason söng með hljómsveit Sava Gess-lagið Vertu ekki að horfa svona alltaf á mig í kabarettinum Tunna Valt sem var á dagskrá útvarpsins á gamlárskvöld árið 1960. Daginn heyrðum við fjármálaráðherrann Geir Haarde syngja á ítölsku skemmtiþætti Ríkissjónvarpsins milli himins og jarðar. En það hefur áður verið sungið á ítölsku skemmtiþáttum Ríkisútvarpsins. Á gamlárskvöld söng Elli Vilhjálms á ítölsku með hljómsveit Sava Gess árið 1960. Lagið heitir Romantica. Bambina bruna, sono l'ultimo romantico che canta per la luna. Bambina bella, sono l'ultimo poeta che si ispira ad una stella. Bambina mia, sono l'ultimo incredibile ballato di poesia e voglio bene a te perché sei come me romantica. Tu sei romantica, amarti un po' rivivere nella semplicità, nella realtà da un'altra te. Tu sei romantica, amica delle nuvole che cercano lassù un po' di sole come fai tu. Tu sei la musica che ispira l'anima, sei tu il mio angelo di paradiso, qua ci ed io che accanto a te son ritornato a vivere, a te racconterò, affitterò i sogni miei, perché romantica tu sei. Tu sei la musica che ispira l'anima, sei tu il mio angelo di paradiso, qua ci ed io che accanto a te son ritornato a vivere, a te racconterò, affitterò i sogni miei, perché romantica, perché romantica, perché romantica tu sei.
Ellie Williams söng svo stórkostlega ítalska lagið Romantica með hljómsveit Sava Jazz árið 1960. Þetta kvöld, árið 1960, voru leikinn vinsælustu dægurlög þessa árs. En menn glemdi sér þó ekki alveg í þeim og urðu þjóðlegir stund. Gefum Jóni Múla orðið að nýju í þessum þætti. En þó við leggjum í kvöld mikla áherslu á vinsælustu dægurlög ársins 1960, megum við ekki alveg gleyma gömlu góðu lögunum. Völdum gleði hátt á loft, helsta seður gaman, þetta skeður ekki oft, að við kveðum saman. Já, það er rétt. Hinnir ágætu sexmenningar Tryggva Tryggvasonar eru komnir á kreik, albúnir að taka lagið eða lögin sem allir kunna, lögin sem hljómað hafa á Íslandi það sem af er þessari öld. Og dansið nú sveinar og dansið fljóð. Dansið sveinar og dansið fljóð, dansi á jólunum börnin góð, dansi kongar og konungar, kaupmenn, sjómenn og borgarar, meðan ég henn frár á bæti berja á barni ég elskar all. Heila nótt ég hoppar gæti hurra, nú ætti að vera ball. Dansi sveinar og dansi fljóð, dansi á jólunum börnin góð, dansi kongar og konungar, kaupmenn, sjómenn og borgarar, meðan ég enn frár á bæti berja á barni ég elskar all. Heila nótt ég hoppar gæti hurra, nú ætti að vera ball. Og svo er það söngur mannsins sem labbaði inn á Laugaveg daginn. Ég labbaði inn á Laugaveg daginn, ljúfri mætti og heilsaði snóð. Var hún langleg, var hún stór, var hún haldur ég í jól, hún var síðan sem hálfnaskan bjór. Ég heilsaði henni rétt sér svo sem svona, sælar verið þér fröken mín góð. Henni að mér óðar var, og hann tók ég brennisaft, fóðrið úr honum í þessu dag. Af þessu var ég óttalega sneyptur, en þá mætti mér síðan að fljóð. Yndisleg í and og sál, ef þið vantast vott og nál, ég skal hjálpa, ég held það sé mál. En þá sá ég að þetta var Gunna, vegins lokin munni fengi sjálf. Hættu sagan hér og grín, hattinn legg ég inn til þín, þú ert gómsel og þjónustan mín. Og það hefur fyrr verið farið upp í sveit á Íslandi og sungið upp undan bænum. Upp undan bænum í blómskreittri hlíð, í blækirru veðrum hásumastýr, sólinn í heiðríki seig oní mar og svalandi skugga á bílarnar bar. Þar gæðust upp brekkur og blástjörnur tvær, tvö brostögur augu, þar situr ein þær. Hún hönd ber að heyra og hlustar stund, nú heyrist mér fótatak nálgast á grunn. Á kinnarnar rósfögrum roðar blæst nóg, og rétt þegar orðið af vör hennar dó, var hönd hennar gripin við hlið hennar sest, sá hjartgæri bílur frá þig hún mest. Og ekki er hann að verri endanum söngurinn Árna gamla í Leiru. Hann mér látin
sukki og seiru, laus sálin og skildi við von. Úr þeim formaður farinn, sem frammettir aldrei í svar, og nú glætur fengull og harinn, því að margi fyrirlaður var. Og sexmenningarnir kunna sitthvað fyrir sér í meðferð hljóma og texta. Þeir syngja nú fyrir okkur 4 lög. Lögin heita Állinn, Nú frost á fróni, Upp á himinsbláum boga og Komdu nú og kistu mig. Væri orðin opna langur að, jól og hátt, skildi alltaf hringa mig, utanum til. Hjartað í mér eins og bráðist mér, úti við, ef ég vissi því, mitt eina lífsins kongaljós, ljóðasta ljós. Nú frost á fróni, frís í æðum blóð, veður kuldaljó, kár í jötun móð, yfir Laxalóni liggur Flakahlíð, lærfið víðarbyggð, Hamragil. Manar báran blá, brotnar þung og há, unnar steinum á, gild og grett á trá, yfir alla þjóni æðra skipsnjórinn, harmar flutning sinn, hásetinn. Upp á himinsbláum boga, bjartir stjörnu glampar loga, yfir sjóinn undur breiða, unað skaustum mánins blæ. Hvað fögur himins sala, hvað róst á blómi dala, mótið djúpur beygja rauga, mátt allan sýrað tæm. Komdu og kistu mig, kærastan, bið ég þig, yndisfríð og elskuleg, æ segðu já. Hún svarar nei, 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 nefnd ekki, svei, 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 nei, 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 það frá. Þeir syngja þessi lög öll í einu og alla textana saman. Nú frost á fróni, frís í æðum blóð, veður kuldaljó, kár í jötun móð, yfir Laxalóni liggur Flakahlíð, lærfið víðarbyggð, Hamragil. Manar báran blá, brotnar þung og há, unnar steinum á, gild og grett á trá, yfir alla þjóni æðra skipsnjórinn, harmar flutning sinn, hásetinn. Við heyrðum Tryggva Tryggvason og félaga syngja nokkur alþýtt alþýðulög árið 1960. Eins og bent hefur verið á, voru gamanþættir sívinsælir í útvarpinu. Frægir gamanþáttaflytjendur voru meðal annara Alfred Andrésson og Haraldur Á Sigurðsson. Ég fann eitt stuttan þátt með þeim frá 1953 sem heitir Hjá lækninum, en höfundur þáttarins Ragnar Jóhannesson.
Valdimar með E eða I? Nei, með í. Skrifir Valdimar með I? Já, ég sagði nafnið Valdimarsson, föðunafnið sko. Þannig til ég tók mér ættarnafnið Svindal. Ég er sko nefnileg úr Svínadalnum. Já, ég trúi því vel. Þetta var þegar að ættarnafnið voru móðið sko. Það kostar mér 500 kall. Já, það finnst mér okkur. Já, það fannst mér líka, svo ég spurði hvort ég get ekki bara fengið hálft ættarnafn, bara Svín, fyrir 250 kall. En við þert tókum fyrir það balvaði dólandi. Ekki hef ég gert það þeirra form, en það kemur mér ekki. Fullt nafn, aldur og heimilisfá. Er það nauðsynlegt? Já, það er það. Jú, jæja. Jóhann Bessi Salomon Svindal, fæddur Valdimarsson, borið 7. mars 1898, heima í Kumbaravogi 47 Reykjavík. Símanúmerið mitt er ekki símaskráni, enda síma helvitið alltaf í Bynnivíi, svo ég brúk alltaf síman hans Jón Fissala. Jón Fissala, hann er fæddur 15. februar 1892. Já, það kemur eitt málinu. Já, það er alveg sama, hann er Jón fæddur samt sem áður 15. februar 1892 og síma minn er sérst alltaf í Bynnivíi, svo ég frætt til Jóns Fissala til að fá að síma. Já, þetta er nóg. Já. Nú, það er best að líta á þur. Heyrði mér, þér lítið illa út. Ég lít alveg príðilega út. Þér lítið illa út, segi ég. Ég lít alveg príðilega út, segi ég. Það kemur ekki fram í fyrir mér. Já. Ég lítið svo illa út að þér hefðu átt að vera komið hingað fyrir löngu síðan. Já, ég var líka komið fyrir hálftíma síðan en ég bara vildi ekki hleypa mér inn. Hvað segir Vogin? Hvað? Loftvogin? Já, hátegi leiti á barómetri heim og þá stóðun í mæju smútt. Ég er að spyrja hvað ég séu þungur. Nú, svoleiðis, já. Ég er 125 kíló. Og eru fötin þá meðtalin? Nei, en þá er Lási yngsti sonur meðtalin. Það er ódýrað fyrir okkur að stíga saman á viktina heldur en sitt í hvora lagi. Já, við skulum aðtöða þetta nánar. Þar er úr jakkanum. Ég verður það ódýrað svoleiðis? Úr jakkanum. Andið þér? Hvað, ég er alltaf andamaður. Segið þér aaaaaah. Nei, góði, það gerir ekki að mér fá eitt snaps fyrst. Nú, skulum mæla blóðþrýstingin. Já, það gerði líka lögreglustöðunum daginn og þeir tóku blóðpröfu líka. Nú, hvernig gekk hún? Príðilega, þeir fundu 5% af blóð í brennivinninu. Legg ég hægra fót á vinstran hnéð, ég þarf að slá á hnéð. Svona. Já, þér, ég gerði þið eðlilega. En með öðru leiti lítið þér í lút. Þetta er reynilega tuas indekti. Hvað sagði hann héti? Tuas indekti, það er alvarlegt mál. En hvernig er það, eru þér oft andvaka á nóttinni? Það veit ég ekkert þá er ég alltaf steinsofandi. Já, þér verður að byrja nýtt og betra líf frá og með sunnudeginum. Við segjum þetta mánudeginum. Ég segi sunnudeginum. Ég segi á mánudegin, sko, sunnudegin þá er ég nefnilega boðin í Reysingili, já, Gvendi sprútsali fyrir hlíðunum. Hérðan í frá verður þér að fara á fætur með hananum. Og hvenær fer hann á fætur? Klukkan 7. Og ég er nú engin hani. Svo er þér að ganga rösklega inn að Elliðám, heim aftur og fara í kallt steipibað. Og gerir hann að fjandi það? Og hvernig er það með mataræði? Hafið þið nokkra reglu með það? Já, ég hef það fyrir reglu að ég get alltaf alveg eins og hross. Nú, það er best að fá að heyra hvað afskipti þér hafið af víni, vífum og söng. Já, ég er miklu skarri sem ég hægt að syngja. Já, þá er best að tjóða mataræði nánar. Hvað borðið þér og hvenær borðið þér? Byrjið á byrjunum. Nú, ég sjáum til, sko. Klukkan 8 á morgnana og byrjaði á því að fá mér rúnstert kaffi og ég svona 5-6 þykkar frömarastegar með hrossakæfun á. Klukkan 10 fæ ég mér auka kaffi með flatbrauði og þá er óskup gott að hafa feitt hangikjötsflot ofan á og lundabaka með súrum hval. Klukkan 12 á hádegi fær maður sér loksins almenna máltíð, venjulega baunir og bólasbað með blóðumur og lifrapus úti og eina skála skýrhæring það er alveg afbrað að fá þá eftir. Klukkan 3 fæ ég mér te og brauð með frömmara og fransara með síldi, magal og reykt rúllupulsu. Klukkan 5 fæ ég mér alltaf miðaftanskaffi á skálanum og eitthvað léttmyndi með að minnstakosti rjóma, tertur, vöflur og hönánskökur. Klukkan 7 er aðalmál til dagsins en þá var nú kannski fyrir því. Þá fær maður nýsvoðið hangikjöldinu flott út á, kartöflujafning, kál og græna baunir. Á eftir getum að kjötsúpu með slátri og endra á einhverju börðu snarfi svona eins og hákarli og harfiski. Eða síni gráspötu hún er á tíu. Svo verður mann aftur að fá sér kvöldkaffin 10 með kleinum og lummum og sultupannukökum. Svo slæði maður einhverju lífsnæring á sig árum að fyrir að hátta, svo sem einnig týrt af heitum pulsum og nokkrum hákarlsbytum. Já, einmitt það, já. Nú, en hvernig er það með áfengið? Áfengið? Jú, sá þið tilspóð. Klukkan 8 á morgunna fær maður sér einn strammara til að þessu på sansana, venjulega kannaróta brenningin. 10 drekki svona 6-7 snafsa svartadauða og úr því fer maður að líða sæmilega. Fyrir hátíð þá gutta ég með nokkurum kollum af heimabryggi, því það gengur ekki að suppi sig einkomu sterkum drikkjum eins og drikkjumöður. Hádegið þá fæ ég með púrtar og rauðin og konjak og eftir.
Þú kaffið er afbrað að fá sér viski og sóta og sitja yfir því framöndu miðnáttarkaffi. Svo fær maður sér ákavítir við kvöldmatum og konjak og eftir. Upp á síðkast er ég fann að snúa mér aðra að landa á kvöldi því hann er hræjóttir og nóg á hann síðan dýrt því nógs í það djöful og áfengið hækkaði. Eftir 10 á kvöldi þá spila ég alltaf pókeru 21 eða lombri á kunningjum mínum og þá dreip ég á mig púlsbrennivíni eða rommi heitu. Nú áður ég frá hátta svona réttum klukkan 2 á nóttunni þá fæ ég mér alltaf 1 dræ viski til að sofa á. Þetta er nú allt og sér. Það er og, já. Nú en hvernig er það svo með kvenfólkið? Kvenfólkið? Já, sjáum til, klukkan 8 á morgun. Já, nei, ég vil spenni, stopp. Við heyrðum Alfred Andrésson og Harald á Sigurðsson í gaman þætti frá árinu 1953. Við skulum halda okkur við læknastéttina. Í þættinum Sumarkvöld með Svavari Gess árið 1963 komu Þóra Friðriksdóttir og Bessi Bjarnason fram í öðrum þætti af 2 sem fjölluðum getnað og fæðingu. Svavar, gjörðu svo vel. Hann Theodór Einarsson á Akranesi ætlar ekki gera það endasleft við okkur. Hann sendi okkur skemmtilegar gamanvísur sem við heyrðum í síðasta þætti. Nú hefur hann sendt lítinn leikþátt sem hann gerði fyrir nokkrum vikum. Með samþykki Theodórs gerði ég örfáar breytingar á þættinum þannig að nú er hann í beinu framhaldi af þættinum Fyrsta barnið sem þau Þóra Friðriksdóttir og Bessi Bjarnason fóru með í síðasta þætti. Þessi leikþáttur heitir Heimsókn á fæðingadeildina. Og auðvitað taka þau Þóra og Bessi en að sér hlutverk Jóns Jónssonar og Sigríðar Sigurðardóttur. Jæja, elskan. Nei, hjúkrunarkona þeirra að sjá litla kútinn. Heyrðu, já, mikið lífandis óskup orgaðan. En hann orgaði mér sjálflega gáfulega. Já, fannst þér það ekki? Sko, það var svo mikil hugsun á bakvið þetta. Ég held bara alltaf verða lifandi eftirmyndarsföðu síns. Já, og nógu stór ætlar hann að verða. Ljósmóðurinn sagði að hefði ekki fæðst stærra barn hér í marga mánuði. Já, það við til maður borgar ekki eftir uppmælingateksta. Hann var nú mældur. Hvað segir þú? Var hann með hittar? Nei, hann væri stór og þungur og svoleiðis. Já, auðvitað. Já, hún sagði mér það. Jæja. Hvernig hefur það haft það, elskan? Síðan ég fór? Svona. Heyrðu? Já. Mér finnst þú vera hálfvellulegur. Nú? Hefur ekki fengið þér að borða? Jú. Já, eiginlega ekki nema fyrsta daginn. Nú? Já, sko, sjáðu til, sko, ég ætlaði að gera þetta allt eins og þú varst búin að segja mér. Já. Sko, fyrst kveikti ég á eldavélinni. Já. Setti vatn í 2 potta, annað fyrir fisk og hinn fyrir kartöflur. Já, og hvað var þá að? Já, sko, svo fór ég inn í stofu til þess að hlusta óskalagan þátt sjúklinga. Sko, þú varst búin að lofa að senda mér lag. Já, ég gerði það líka. Já, ég veit það, elskan. Ég beið til klukkan 3. Þá kom lagið. Brennið þið vitar. Og þá finn ég þess að voðalegu sviðalegt framan úr eldhúsi. Ég held þú sért alveg snar. Gafst ekki haft auga með pottanum? Jú, sko, ég var nú bara alltaf að bíða eftir laginu. En það er allt í lagi með pottana. Já, þeir eru náttúrulega báðir botnlausir. Heyrðu? Já. En nýja eldavélin mín, er hún ekki ónýtt? Nei, það held ég ekki. Ég fór með hana strax í viðgerð. Já, þeir þurfa að panta stykki hérna auðvitaðan. Hvaða stykki? Já, eiginlega allt nema lappirnar. Nýja eldavélin mín. Já. Heyrðu, Já. það er vonandi ekkert annað komið fyrir. Nei, blessu þetta. Þetta er allt í þessu fína. Já, nema þetta með vatnið. Með vatnið hvað? Já, það tekur nú einlega ekki verið að tala um það, elskan. Sko, vatnið fór þegar ég ætla að fara að raka mig í gærkvöldi. Og sko, ég skrúaði frá öllum krönum til þess að vera þess ég strax var við þegar það kæmi aftur. Já, nú var það ekki allt í lagi. Varst ekki var við það þegar kom aftur? Jú, heldur óþyrmilega. En bara ekki fyrir morguninn. Þegar ég steig fram úr rúmunu þá náði vatnið mér inn hér. Hvað segirðu? Já. Og hvernig gastu látið vatni flæða svona allt? Ég lét ekki flæða, það var vatnsveitan. Og hvað gerðurðu? Ég syngt út á götu. Skemmdist ekki húsgögnin? Já, jú, svo lítið sem ekki var nema voða því þetta var ekkert smá fljót. En ég nú búin að hafa upp í viðgerðarkostnaðin, elskan. Ég seldi nefnilega veiðileyfi fyrir 5.000 kall. Ó, Jón, ég held þú sért alveg að tapa þér. Nú? Skemmdist eitthvað fleira? Já, ég geti nú alltaf sagt það, elskan.
Jú, mottan í stofinu upplitaðist. Mottan í stofunni? Já. Við eigum enga mottu. Sjáðu til sko þetta hefur nefnilega snúist við. Gólteppið orðið að mottu. Jón minn, ég held þú ætti nú að flytja heima þessa 2 dagar sem eftir eru. Ég svo þú gerir ekki meiri spjöld. Já, það nú eiginlega of seint, elska mín. Hvað? Ég verð ekki svona æst. Sko, þú manst þetta ljósakrónin sem við áttum. Sem við eigum? Nei, elskan, sem við áttum. Hún fór nefnilega í 1000 mola. Ó, þessi dásamlega ljósakróna sem ég keypti í Skotlandi fyrir sumar. Já, sko, þetta var nú alls ekki mér að kenna. Sko, ég var að ganga stofugólfið þegar allt í einu hrópað upp með hendurnar. Ég hlýði, dauðhræddur, en þá fór ljósakrónin í klessu. Ég held með þessi ennþá og sé glerbúlt í hárun á mér. Ó, heyrðu, en hver hrópaði þetta? Hefði þú ekki verið innbrotsþjófur? Nei, sem betur fer. Ég hafði opnað fyrir útvarpi og þetta var hann Valdimar með morgunleikumina. Svo skepnuskapur. Já, mér finnst að hann ætti að borga krónuna. Já, veistu að ég er nú bara að hugsa um að hringja í hann. Já. Já, mér finnst að menn get ekki hrópa svona nema að vita hvar maður stendur. Já. Já, elskan. Já, það var þó gott að þú slasaði ekki. Já, elskan. Þar var ég heppinn. Já. Heyrðu, Já. Ef þú skildir rekast heim, Já, þá ætla ég að biðja þig um að sjá að Stelli sem og mamma gaf mér í jólagjöf verði ekki fyrir neinum hnjaski. Já, elskan, ég passa mig nú aldrei þess að því. Já. Ég setti aftan í stóran pappakassa daginn sem þú fórst. Ó, þar varstu gáfulegur. Já, elskan, ég hafði á tilfinningu eitthvað eftir að koma fyrir svo ég vildi forða því. Já, og hvar settur það? Sko, ég var á leið með það niður í geymslu þegar dyrabjallan hringir. Svo ég legg kassa niður og fer til dyra og þá var það strákun að rukka fyrir mokkan. Ég borga og sný við til að taka upp kassan. Segðu mér ekki að hafi dottið um hann. Nei, ég datt ekki um kassan, en ég datt um kattaskrattan. Fór flatur ofan á kassan og stelliði mér. Ó, þú ert nú meiri. Já. Þú meittur ekki elskunarna Polly. Nei, það sá ekki á kettinum. En hitt var verra, hann drukknaði í daginn eftir í flóðinu. Ó, ég held þú sett ekki með öllum jalla elskanum Polly. Já, elskan, veistu það, ég vissi alveg hvað þú þótti væntun og svo ég sem að láta stoppa hana bara upp. Og því kannski ekki látið köttin sofa hjá þér í rúminu? Það var ekki hægt, elskan mín. Og hvað var þitt í fyrirstöðu? Sko, þú manst að þegar eldavélin yfirveðist þá gæti ég ekkert eldað, svo ég fór í Glaumba í mat. Sko, og svo var ég hérna í smá stund á eftir. Hvað kallar þú smá stund? Já, til tæplega 1. Og svo fikk ég heimfylgd og þess vegna var nú rúmið upptekið, elskan. Þú ætlar ekki að segja mér skepnaðinn að þú hefði tekið ykkur á drós heim og látið hana hátt í rúmið mitt? Nei. Já, jú, næturgestur var það, en ekki neinn drós. Nei, ekki neinn drós, nei. Það hefur kannski verið prinsessa. Nei, það var hann Ásmundur á efri hæðinni. Hann Ásmundur? Já, sko, hann hafði fengið sér fullmikið neðan í því og þorði ekki upp til kellingarinnar. Ertu nú alveg að segja sattiskan? Já, sko, þú getur bara spurt hann Ásmund strax og þú kemur heim. Já, það var þá engin drós eða prinsessa. Það er alveg frá þér, elskan. Þú veist að ég líti ekki á neitt annan kvælmann en þig. Já, elskan. Heiðu, farðu nú og kíkt aftur á litla kútin meðan ég greiði mér og svo leiðis. Já, elskan, ég ætla að gera það. Já. Heyrðu, tókst eftir í hvað var gáfulegur. Heyrðu, heldur ég ætti ekki komið eitthvað handan um að lesa á morgun? Bessi Bjarnason og Þóra Friðriksdóttir í þætti Svava Gess árið 1963. Margir muna Þorvald Halldórsson syngja á árum áður, en hann var mjög vinsæll dægulega söngvari og upp á 1970. Það vakti ekki síst athygli við rödd hans hver djúpt hann komst. Í páskaþætti Svava Gess og Jóns B. Gunnlaugssonar árið 1973 kom hann fram og söng eina rússneska vodkaballuðu. Við leyfum Svavari að kynna lagið í eigin persónu. Þegar Siglfirðingurinn Þorvaldur Halldórsson hafði búið á Akureyri í 8 ár, þá hafði nú loksins tekist að aura sér saman fyrir farið til Reykjavíkur, því að nú er hann fluttur til Reykjavíkur og er Reykvíkingur. Og hann skipt leiðum starf á tónlistarsviðinu. Nú er hann ekki lengur bara venjulegur dægulega söngvari, heldur eftirsóttur skemmtikraftur og nú heyriði hvers vegna.
Færðu mér einn vodka-sjús, færðu mér að drekka, fljótur nú með vodka-sjús. Ég vil tósta slökka, vodka mitt uppáhald, ef ég dyrstur vodka hefur töfrað að venda svalar mér. Ræ, 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 vodka svalar mér. Ræ, 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 vel það svalar mér. Skál. Þorvaldur Halldórsson söng í rússneskum anda vökvann tæra sem færi suma til skýjana en aðra til heljar. Þorvaldur brá sér á nýja leik í þessum þætti og færði alþekkta barnavísu upp í rússneskum anda og kemur ekki síst fram í söng hans í þessu lagi, hinn mikla rödd hans, sem minnir á þeim tíma hafi ekki verið neitt síðri en góðans fræga Ívans Rebrov sem fékk hér hús og hallir til að skjálfa með rödd sinni. Það er Jón B. Gunnlaugsson sem kynnir lagið. Nú tekur Þorvaldur Halldórsson fyrir gamalþekkt þjóðlag, íslenskt, og meðferð hans á því er nýstárleg og bráð skemmtileg. Kísa mín, gló fallegt þín og grátt þitt gamla trén. Malar þú mér það líkar nú, víst ertu vænsta Margrímus, mitt og friðarhús, ekkert fjörlús, oft þú spilar brús, 100 sniðugt líka liðugt, leikur bæði snör og bús, við skulum drekka dús. Hey!
Þorvald Halldórsson syngja í þætti Svava Skess árið 1973. Ekki er hægt að komast í gegnum þátt sem þennan án þess að minnast á Ómar Ragnarsson og framlag hans til skemmtidagskrár útvarpsins. Við skulum fá stutt dæmi frá árinu 1973. Hér er komin Ómar Ragnarsson með sinn undirleikara Magnús Ingimarsson. Við skulum sjá hvað þeir hafa að segja okkur. Ég var að velta fyrir mig hvað þetta syngja þetta helst og blaðaði í dagblaðinu Vísi. Þar eru smáauglýsingar alltaf á mánudögum sérstaklega margar og þið kannistu þessar smáauglýsingar. Menn eru að auglýsa eftir hjólbörum, hjónarúmum og bifreiðum og landbúnaðarvélum, kunningsskap og öllu mögulegu. Og mér datt í hug að einhver maður sem væri orðinn fastur lesandi af þessum smáauglýsingadálkum að hann ætlaði nú að fara að koma sér í það heilaga og finna sér konu, að hann gæti sjálfsagt sest niður og skrifað sérkennilega auglýsingu í þessum dúr sem er einmitt í smá auglýsingum. Við skulum heyra eina slíka. Ég vil eignast kærustu og þá allra færustu, indælust og værustu, með augun tærustu. Hafa skal hún hasar mál, hýr skal vera en stillt við skál, æskilegt hún hafi sál og einhvern ástarbál. Og hún verður að vera vel með farinn, kraftmikil og sparneytin, í bodíinu öllu ekki neitt feill og undir vagni sterklegur og heill. Heila búin hafa má, kartnögg líka á hverri tá, innbyggðan erfingja en engan botnlanga. Því að heilstift og hraustbyggð og björnis og blís skal vera bæði hæð og kjallari og ris. Þó er allt í lagi að hún hafi kjartveiki ef bíllinn hennar er í góðu ástandi. Því ég vil eignast fína frú og falleg skal hún vera svo, með prúð og mikil mjólkurbú sem myndu passa á kú. Við heyrðum Ómar Ragnarsson í þætti árið 1973. Þú mæltir, ég mælti, á meðan blómgæst. Góðir hlustendur, við höfum nú farið vítt og breytt segulbandasafn Ríkisútvarpsins og tínt fram nokkuð brot úr gamlum skemmtiþáttum útvarpsins, þáttum sem við áratugana rás voru ígildi leikhús og skemmtistaða. Þættirnir voru ekki síst vinsælir fyrir það að í þeim kom fram valið fólk, þekktir leikarar, hljómlistamenn, textahöfundar og kynnar. Leið og við kveðjum ykkur hér í kvöld óskum við íslensku þjóðinni til hamingju á 70 ára afmæli degi útvarpsins með þeirri óskum að þátt sem þennan megi endurtaka með brotum úr þá liðinni 70 ára gamalli dagskrár 20. desember árið 2070 og að þátturinn beri yfirskriftina Ríkisútvarpi gott kvöld, ég man þig, verði sæl. Þetta var Ég man þig, brot úr skemmtidagskrá útvarpsins fyrir árum. Áður flutt á 70 ára afmæli Ríkisútvarpsins árið 2000. Umsjón höfðu Bjarki Sveinbjörnsson og Egill Jóhannsson. Útvarp Reykjavík, nú er klukkan 13 mínútur gengin í 12. Og komið að danslugum. Fyrst er það Villi Valli
og hljómsveit hans sem að leika fyrstu 3 lögin öll eftir Villa Valla. Það er lagið Sveitaball, 1. september samba að sjálfsögðu, og svo er Sveitaball og þá kemur Ljúfsár.
Thank you.